Ég ætla að fá að segja eitt við ykkur áður en við byrjum. Fyrsta lagið sem við spilum, það heitir Rooftops og þetta lag var spilað á hverjum einasta degi í á Hlaðgerðarkoti þegar við vorum saman það strákarnir. Ekki einhver strákar úr Hlaðgerðarkoti hérna? Já, þetta sérstaklega tileinkað einhver en auðvitað með allir syngja með og taka þetta til sín. Þetta var lagið sem sagt Rooftops og var spilað út í þá óendanlega og má segja að það hafi mögulega bjargað lífinu okkar allra. Here I am before you.
Velkomin á United samkomu, gaman að sjá okkur hér í kvöld. Þú með yndislegt kvöld hér í kvöld. Við erum góða gesti sem kom frá Nairobi í Kenya og voru hérna fyrir 2 árum síðan. Og það verður gaman að heyra hvað þau hafa okkur að segja. Ha? Frá Finnum, var það? Akkur segir, hann segir nú allt annað, framkvæmdastjórinn. Já, þú skrifaði það ekki hjá mér, sko. Þá vitum við það. Allavega. Við ætlum að eiga góða stund í kvöld og við ætlum að biðja núna fyrir bænarefni. Við ætlum ekki að rísa á fætur og við erum öll með eitthvað bænarefni okkar hjarta. Við vitum alveg hvað er búið að gera síðustu daga. Sjúkdómurinn er að herja á og höggva í skarðið út allt. En við vitum það að það er til lausn og það er Jesús Kristur. Hann er vegurinn, hann er sannleikurinn og hann er lífið. Og ef þú ert hér í kvöld og ert að berjast við sjúkdóminn, ert að berjast við vonleysi, kvíða eða ótta, að þá áttu að réttum stað hér í kvöld. Að leyfa Guði að snerta við lífið þínu. Og það er gott að gera því gegnum svona lofgjör eins og við höfum hér, alltaf á mánudögum. Þegar maður bara lokar allt í burtu og lyftir bara hlutunum upp til Drottins. Ef þú ert feiminn eða finnst það óþægilegt, lokaðu bara augunum og biðdu Guði að snerta við lífið þínu og þá gera það. Ég get lofaði því. Við skulum biðja fyrir bænarefni. Drottinn, við erum þökkuð fyrir náð þína, miskunn þína, Drottinn, takk fyrir að þú ert alltaf, Drottinn, til staðar. Sama hvað. Við þökkum fyrir að bænin sem er andardóttur trúarinnar, að við getum lagt allt fram fyrir þig, Drottinn. Við lyftum öllum okkar áhyggjum og erfiðleikum, fíkninni, vonleysinu, sjálfsvíks hugsanum, við bara lyftum þessu öll upp til þín, Drottinn. Og þú gefur okkur frið, frið sem er æður öllum skilningi okkar, Drottinn. Og við þökkum fyrir þú umvefur okkur hér í kvöld, Drottinn, með gæsku þinni, góðmennsku og elsku, Drottinn minn. Og ég biði fyrir einum og sérkvörnum sem er inn í dag og sérstaklega, Drottinn, leggjum við þá til framfyrir því það fólk sem er að koma hér í fyrsta skipti, Drottinn, og kannski skilur ekki alveg hvað er að gerast. Ég biði bara, Drottinn, að það þurfi ekki að vera orð sem að snerta við þeim, heldur megi bara andi þinn snerta við þeim og leiða þeim að finna að þú ert með þeim, þú þráir að gefa þeim líf og líf í fullri gnægð. Og við stöndum gegn öllum óvinna árásum sem reyna að herja á huga okkar hér þegar þessi stund er og alltaf. Og við þökkum fyrir að við erum vendu fyrir blóðið þitt, Jesús. Og við þökkum fyrir krossgönguna, Drottinn, við þökkum fyrir lífið sem við eigum við þér, Drottinn minn, í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Við ætlum líka að taka samskot, það eru fötur sem ganga hérna, það er pósi hérna aftast, ég hveti ykkur til að taka þátt í starfinu. Við reynum að vera til staðar fyrir fólk, við reynum að hjálpa fólki eins og við getum. Og við erum þakklátt fyrir alveg eins og Guð, hann elskar glaðan gjafara. Ég veit ekki hvað hann gerir við hinna. Nei, þetta var alveg óvart, ég bara misti þetta út. Í alvöru, ég misti þetta alveg út við, sko. Hann elskar alla menn án skilir það. Þið eru æðislega. Þetta verður skemmtileg kvöld í heimina. Bless ykkur.
chance I get, I'll bless your name. Bless God when my hands are empty. Bless God with the praise that cost me. Bless God when nobody's watching. Every chance I get, I'll bless your name. Bless God when the weapons for me. Bless God when the walls are falling. Bless God 'cause He goes before me. Every chance I get, I'll bless your name. Bless God for He holds the victory. Bless God for He's always with me. Bless God for He's always worthy. Every chance I get, I'll bless your name. Bless God in the sanctuary. Bless God in the fields of plenty. Bless God in the darkest valley. Every chance I get, I'll bless your name. Bless God when my hands are empty. Bless God with the praise that cost me. Bless God when nobody's watching. Every chance I get, I'll bless your name. Bless God when the weapons for me. Bless God when the walls are falling. Bless God 'cause He goes before me. Every chance I get, I'll bless your name. Bless God for He holds the victory. Bless God for He's always with me. Bless God for He's always worthy. Every chance I get, I'll bless your name. Every chance I get, I'll bless your name. Every chance I get, singing through all His praise. Lifting our voice with me. He's worthy of our praise. Singing through all His grace. Lift up your holy hands. He's worthy of our praise. Yes, He's worthy of our Drottinn minn og Guð, við lofum þig á fjallinu, drottinn og í dalnum. Þá lofum við þig, Jesús, af því þú ert þess verður. Þú ert þess verður, drottinn. Takk, Jesús. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father.
the goodness of God. Oh, Jesus, allt mitt líf lofar þér. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Guð er svo trúfastur Guð. Ég var að hugsa í gær og ég keyra annan land. Ég er búin að svo hugsa yfir hvað Guð er góður. Hvað Guð er góður Guð. Ég get alveg sagt fyrir miklu að ég horfi tilbaka að maður myndi horfa á líf sitt sem bók. Þá er Guð alltaf til staðar. Að sama hversu mikið nóttin mín var löng, hversu mikið myrkur var í lífinu, hversu mikið vonleysið það var, þá var það raunverulegasta oft á tíðum var Guð og góðmennska hans og trúfesti hans. Ég held við séum mörg hérna inni sem getum horft tilbaka og hugsað af hverju fór þetta? Hver var að venda mig? Guð, en hann hefur áætlun til líf okkar. Hann hefur áætlun til heilla en ekki til óhamingju. Hann vill segja þér í kvöld að hann er búinn að vera með þér. Á þínum dimmasta stað í lífinu þá var hann þar. Hann fór aldrei frá þér. En mig langar að syngja þetta aftur, all my life, allt mitt líf, þú trúir eftir því. Og að við syngjum þetta út og hugsum þann tíma sem að hann var kannski ekki rosa raunverulegur, en hann var samt það. Takk Jesus. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so
the king of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, he is my song. Let the king of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, he is my song. You are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, 'cause you are good, you're good. Oh, let the king of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, he is my song. Let the king of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, he is my song. Let the king of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, he is my song. Let the king of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, he is my song. You are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. You're never gonna let me down. 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 No, no, no. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. You're never gonna let me down. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. You're never gonna let me down. 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 Good going. Yndisleg lóðgjörð, hefum ekki gefið hann gott klapp þessum yndislegu systkinum.
Það er svo gott að dvelja í nærveru Drottins. Það er svo gott að, sérstaklega þegar maður kannski líður ekki svo vel, þá er svo gott að dvelja í nærveru Guðs og finna fyrir. Og þú kannski sem að þekkir ekki Guð og hefur kannski ekki gengið þetta skref trúarinnar, sem við köllum það. Frelsast, stórhættulegt orð. En það er lausnin. Jesús er lausnin. En við erum með góða gesti sem ég sagði að vera frá Nairobi en eru frá Filippseyjum. En þegar maður eldist eins og ég og er að skoða pósta, þá þarf maður oft að athuga hvenær pósturinn var sendur. Það var sem 2023. Þá var fólk hérna frá Kenía. En ég geta kannski sagt mér sjálfur þegar ég hitti þau. En það er nú annar mál. Hjalti mín, gjörðu svo vel. Þetta er aðalmaðurinn í ABC hjálparstarfi. Og vitið það er magnastarf sem búið að vera í gangi í mörg ár. Þegar ég var að vinna þar, hér árum áður, þá voru enga tölvur. Þá vorum við með þetta svona í svona spjaldabunga og þetta var allt bara gert handvirkt. Og ljósmyndir sem voru teknar svona polaroidvélar af börnunum. Það var góðu tími. En gjörðu svo vel, Hjalti mín. Við ætlum ekki að túlka hérna frá sviðinu. Þannig að ef einhverjir sem vilja fá túlkun, þá eru græjur hérna aftast fyrir ykkur sem viljið notfæra ykkur það. Já, fyrir ykkur sem skiljið ekki Filippseyjsku. Nei, ensku. Það er bara takk fyrir, já. Við erum með frábæra gesti frá Buenos Aires í Argentínu, það ekki? Móli? Það ekki? Rétti á Þórshöldi færum, nákvæmlega. Þannig að bara takk fyrir. Við erum með, 3 frábæra gesti. Hjalti heiti ég frá ABC Barnahjálp og þau eru hérna 3 samstarfsmenn mínir sem vinna hjá Children's Mission Philippines og við erum búin að vera að vinna saman samtökin í 34 ár. Fyrsta starfið það sem við byrjum að starfa með skólum, að hjálpa börnum að fá nám, góða menntun og þau vildu koma til Íslands til að þakka fyrir stuðningi sem þau fengið og vildu fá að segja frá líka, hitta okkur hér og segja frá starfinu sínu og það sem þau þekkja til sem að tengist okkur öllum, það er þessi von sem við fáum, hvort sem það er út frá neyslu eða bara fátækt eða annað. Þetta er alltaf sama svarið allstaðar. Þannig að mér langar bara að bjóða velkomin hingað, Archie, Bernadette og Joey, gjörðu svo vel. Welcome, please. Good evening, everyone. My name is Archie Flores from Children's Mission Philippines. Philippines is one of the countries in Asia, and it's the only Christian country in Asia. I am here with my colleagues. This is Joey, who is the head of the sponsorship program, which is sponsored by ABC here in Iceland, the Children Aid, and also my assistant, Executive Director, Ms. Bernadette Begano. We came here because of the invitation of ABC, and only because that this is the first time that a Philippine representative like us would want to touch down the land of Iceland, because Iceland has been very supportive in the program of ABC Children's Aid. 34 years ago, they started the mission of sponsorship through our office in Sweden, which was founded by Sigvard Wallenberg, who is a Swedish actor, comedian, and musician. And through the years, it has been growing and growing and growing, that the slums in Manila, Philippines, they were able to help the children age 4 from kindergarten to college. The place we are located in the Philippines is outside the National Capital Region, and it is about 50 square kilometers, where we have a population of about 443,000 people or voters. So that means it could be more, because the average families
in our municipality is about 5 children to uh, 1 family. This area is, we call the slums of the metropolis. All the garbage are dumped in that area. That is the main reason that our organization put up a head office in that area to cater the children of the impoverished. Most of the families there are scavengers. Scavengers means that they are scavenging trash from the garbage of metropolis so they can sell it for a living. And most of them, they ask the children, instead of going to school, to help them in scavenging all these plastics, bottles, whatever that they can sell for a living. These children sometimes doesn't have any option but to follow the parents, because this is a short way of surviving. If they can scavenge these things, they will have food on the table. If they go to school, they will have just an empty stomach. Going to school, maybe walking from their house to school, and probably going to school with slippers, going to school with the same shorts or t-shirt all the week. And of course, they will be intimidated by the classmates. But because of the program of Children's Mission, through the partnership of ABC of Iceland, ABC Children's Aid of Iceland, we were able to open the avenues of these children for them to be educated. And most of these children that we have experienced, that we have talked to, they opt to see and understand that the only way to get out of poverty is through education. And since 1997, we were able to graduate about 170 children from the slums of this area. And these children are not only graduates in their choice of professions, but they are also achievers. They are academic achievers, having a title of cum laude and magna cum laude in their own choice of vocations. So why is this so? These children opt that there is an avenue of change. There is an avenue that they can choose so that they will be lifted up from poverty. What we can say, or what is the life lesson in this kind of story and scenario is, we as individuals, who we are, what we are, is our choice. Can you imagine a child from the slums without slippers, torn t-shirts, torn shorts, without even bath, because they are living in a place where government are not providing water and electricity. They can even bathe for a week, and maybe they are drinking unclean water, but they choose to learn and go to school. Usually when I speak or attend this graduation from 3 of our schools, you will be challenged and you will be emotionally affected that these children are used by the Lord as the catalyst of change. These children also opt, the graduate children also opt to teach in our school because they can relate and they know the feeling of being a child without a future if they don't choose to go to school. What we are saying here, that we or you guys, what we are now is our choice. What we want to be is our choice. We always tell these children that if you have a goal in life, we will journey with you from kindergarten up to you finish your bachelor's degree. And after that, we also help them to find a job. We also help them they also help us in return, as I will say. They volunteer in our office. They volunteer as teachers.
they volunteer as working in the office. They volunteer as social workers to speak to other families who need the sponsorship for the children. So I stand here before you as a representative Filipino who wants to thank the people in Iceland that you guys who are given by the Lord of passion and love, we are the beneficiaries of this love from the Lord. Even though it took some years for us to realize, we would like to say that we are very, very grateful for people like you, people of Iceland, that they were able to help the children in the Philippines to attain their dreams, and not only their dreams, but to attain their goals. I would like my colleagues to say something if they have to say something, but if you have some questions to ask us so that we can answer some of your concerns or some of your queries, we will be willing to answer your questions. I will hand the microphone to Bernadette. Thank you so much. So good evening. So in addition to what Sir Archie was saying earlier, Children's Mission has been an co-workers of ABC Iceland. We've been serving God for almost 40 years in the Philippines. These children that we've been helping, those who were given by God to us, just like what Sir Archie was saying, opted to make a decision in their lives to make a change. Everything that we're doing in the Children's Mission Philippines, it's not because of us, but it's always because of God. So whatever life we may have, whatever ministries that God wanted us to do, it's not because of us, it's always because of Him. We follow God for whatever He wanted us to do. We gave our best, no matter what. Just like what you people guys here in Iceland, this is the first time that we've had a step of faith to join you, to look at you, to fellowship with you, and we found it very, very interesting. We found Icelandic people are very kind, not only by words, but with action. So Children's Mission Philippines is doing a ministry that God entrusted. We wanted to provide these children who opted to have a changed life from worst to the best. So me as a worker of Children's Mission Philippines, I've worked since 1996, so almost 29 years. I see a lot of lives that have changed because God used people, God used a vessel for them to be uplifted. We've always thought that whoever beneficiaries we've encountered in the community, God is not yet done for them. And now we reap the harvest of all the efforts, all the love that God has given to them. We see success. Just like you and me, God is not yet done. Expect the unexpected from God, which is best for you and me. God bless you all po. Okay, for me, thank you so much for the opportunity to face you people. Actually, we think we can inspire you, but really, you inspire us with this group. So thank you. Apart from the sponsorship program, we also have the residential facilities that we cater abandoned, orphaned, neglected children from 4 to 17 years old. So not just thank you also for ABC because they are the 25% of all the help that we get from the Scandinavian countries. And
For the residential facilities, we always teach also the children that we in this world are not always independent, because we always go through a lot of challenges, but apart from God, we are always nothing. So thank you so much for also inspiring us, and for giving us the opportunity to be with you in this country, your beautiful country. So Philippines is 25% below poverty line, and the people there cannot go, like poor people cannot go to school without the help of people like you. But yes, still they choose to strive harder to finish their studies. And I hope that you people could get an inspiration from the Filipino people that despite from our situation, we wanted to be different and change the world. So thank you so much for this opportunity. God bless you all. God bless you all. I would like also to commend the music team. You did a good job. Praise God. Amen. Já, þetta magna starf sem við erum að vinna. En mér langar til þess að við Þetta er búin að heyra svona vitnisburð, að það fullt af fólki allan heim sem hefur það ekki gott, og við mörg okkar höfum það miklu betur heldur en þessir einstaklingar. En við erum líka mörg á þeim stað að þrátt fyrir allt það sem við höfum í kringum okkur, þá líf okkar ekki alltaf dans á rósum, og það þekkjum við mörg sem erum hér. Getum við ekki lækkað aðeins ljósin þetta frammi? Mér langar svo að sjá fólkið. Mér langar svo að við erum með fyrirbiðjandi hóp, og mér langar svo að biðja fyrir fólki í eitthvað. Við erum ekki að rísa á fætur og ekki fara hérna út, ef það er eitthvað í þínu lífi, ef það er eitthvað sem hefur snert við lífinu hér í kvöld, og ég veit að gerist í gegnum lofgjöruna. Ég finn það er fólk hér inni sem hefur verið búin að vera þá hugsun að enda líf sitt og finnst það ekki vera verðugt að lifa. Það eru margir sem að berjast í vonleysi. Ég veit fólk hér inni sem hefur verið að berjast í áfengi og fíkniefni og finnst þetta alltaf verið sami gangurinn. Ég er búinn að vera þarna, ég þekki það, ég veit hvað það er, ég veit hvað kvíðinn er, þessi ógeðslega krumla sem rífur í maganum og reyna að taka vonin í burtu frá okkur. Þannig að meðan að fyrirbiðendur eru að koma hérna fram, við vildum koma þeir sem eru að biðja í hófnum hérna, þá skulum við biðja saman, og ég hvet þig, ekki labba hérna út ef þú ert á þessum stað að þér finnst vant eitthvað, komdu hérna fram og láttu biðja fyrir þér. Því það eru undur og tákn sem gerast í fyrirbæninni. Það er líka gott að fá orðin í líf sitt, það er gott að fá orð frá Guði. Þú veist að því Guði með allt í höndu sér. Hann elskar að fá að grípa inn í lífið þitt. Og ef þú átt ekki lifandi trú á Jesú Krist, þú hefur ekki gengið þetta skref, ef þú hefur ekki játað með vörunum og trúað í hjartanu að Jesús sé drottinn, að hann hafi dáið á krossinu fyrir þig, fyrir syndið hennar sjúkdóm og allt sem þú ert að berjast við akkúrat í dag. Ef þú játar fram að hann sé drottinn, þá mætu hólpinn verða. Og það þessi frelsisbæn. Þannig ef þú hefur ekki stigið þetta skref, þá hvet ég til þess að koma hérna fram og við munum biðja með þér til frelsis. En við ætlum drottinn mig bara, við þökkum þér fyrir einn og sérkvætt sem er inni drottinn. Ég þakka fyrir þetta fólk drottinn sem er hér í kvöld drottinn og líður kannski ekki vel drottinn og er að berjast við eitthvað kvíða og ótta í lífi sínu, vonleysi, sjálfsvíks, hugsanir. Drottinn, þú þekkir þessa einstaklinga. Ég biðjum að snerta í hjarta þeirra núna drottinn. Og ég þakka þér fyrir að þú gefur þeim kjark og þor drottinn til að stíga upp, stíga fram og fá fyrirbæn, fá lausn og lækningu gegnum þig drottinn, gegnum heila anda drottinn. Við þökkum fyrir þessa yndislegu vini sem kom hér í kvöld og biðjum að blessa þau áframhaldandi þennan tíma sem verða á Íslandi. Takk fyrir alla stuðningsaðila sem líka eru hér inni í dag sem hafa stutt þetta starf í svo mörg ár og gefur fullt af fólki von, gefur fullt af fólki nýtt líf og það hefur fengið að upplifa gegnum starfi ABC starfi í gegnum þessu ár. Og ég þakka þér fyrir þau drottinn og ég biðjum að blessa þau áframhaldandi í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Kom nú fram, notum tækifærið, fáum fyrirbæn. Hér er yndislegt bænafólk, fólk sem bara þráir að fá að biðja með þér. Og svo er alveg vissum að þau þrjú sem eru með okkur munu koma og hjálpa okkur við bænina að þau myndu vilja þykja það. Bara gjörðu þess vel, komið þið fram.
Ég ætla líka að minna þess á að næsta mánudag, það er margir sem búin að bíða eftir því að næsta mánudag þá ætla Björn Ingi að tala til okkur og margir sem að beðið eftir því og ég hvet ykkur að dreifa orðinu. Það er yndislegt að heyra þennan mann sem að stofnaði þessa kirkju hér fyrir 30 eitthvað árum síðan og hérna frábær predikar og trúboði, svo ég hvet ykkur til þess að koma næsta mánudag. Bless ykkur.